Hér hefjast eldhúsdags umræður og Karolína Eiríksdóttir mætt í heimsókn í eldhúsið. Og nú kemur spurningin. Hvað lá leiðir okkur saman? Það var í tónlistarskólanum í Reykjavík og ég tengi nú svona minninguna fyrst svona að ég hafi kynst þér fyrst í tími hjá Þorkeli Sigurbjörnssyni. Það er svo langt síðan þú vilt ekki eins og nefna ártal. Nei, maður er ekkert að nefna ártöl sko. það er nokkur ár síðan. En þá vorum við bæði held ég svona að stíga okkar fyrstu skref að setja saman nótur og hérna undir styrkri handleiðslu og hugmyndaríkri Þorkels. Já. Hérna, þú varst í píanókennaranámi eða ekki? Jú, ég tók píanókennarapróf. Segðu okkur frá því. Píanókennaranáminu? Já. Það var Hermína Kristjánsson hafði stofnað píanókennaradeild hana fljótlega eftir að hún kom heim frá Þýskaland eftir stríð. Það er svo langt síðan og sko þetta var nú held ég ekki formlegt nám fyrst hjá henni en svona hún vildi efla píanókennslu á Íslandi og ég heyrði þannig að segja einhver tíma sko uppalega var hún hafði sjálf verið píanóleikari og heldur hún hafi verið góður og efnilegu píanóleikari og þegar hún kemur heim eftir stríða þá sagði hún að hún áttu þrennt, það voru þrjú hlutverk sem hún sá, hún var móðir og húsmóðir sem að náttúrulega þá var kannski hafði aðra meiningu heldur en það hefur í dag og hún gat verið píanóleikari eða eins og hún orðaði að hjálpa stúlkum sem voru að læra á píanó að verða sjálfstæðar og geta haft atvinnu af því og hún fórnaði sem sagt píanóleikaraferlinum fyrir þetta og sem sagt helgaði sig svolítið því að fyrst svona kannski held ég óformlega að leiðbeina nemendum sínum í kennslu og svo stofnaði hún þessa deild innan tónlistarskólans. Hver það heldur? Veistu, nú veit ég ekki en hún var alltaf, ég útskrifaði 74 og þá var þessi deild búin að vera við líði lengi sko. Ég veit ekki hversu, ég bara veit það ekki þegar maður er svona ungur sko að þá finnst manni náttúrulega allir hlutir hafi bara alltaf verið til. Ég hef nú heyrt svolítið Snorri Sigfús var að segja mér frá Hermínu og hennar svona múð vera på og það var mjög gaman og ástæða til þess að rifja hennar karakter upp. Ég held að framtíðin er bara gott að við vita hver hún var. Já, það held ég alveg örugglega sko, þetta var mjög merkileg kona og hún náttúrulega lærði í Þýskalandi og bjó í Þýskalandi og með sinni fjölskyldu öll stríðsárin og þegar hún kendi mér þá var hún nú orðin 70 og okkur fannst nú svona yngra fólkinu að sumar af hennar aðferðin væru svolítið svona strangar og forneskjulegar sko, þetta var svona svolítið kynslóðaskipti þarna svona á hippa tímanum en hún bara frá því að maður var bara lítill sko þannig í tónlistarskólanum þá var hún að kenna mann að hneigja sig á tónleikum og gera alla hluti rétt og fara í hvíta sokka. Já þýtti nú ekkert að koma í einhverjum gallabuxum að spila á tónleikum hjá Hermínu. Nei, það sagði Snorri. já, sagði hann, já. Snorri sagði það að hann yrði að vera vel til hafður. Já, það var alveg á hreinu og hneigja sig rétt og réttum stöðum. Voru fleiri kennarar eftirminnilegir? Já. Svo var píanókennararnir mínir, ég var svo lánsum að vera bæði hjá Árna Kristjánsinni og Jóni Nordal og hjá Jóni náttúrulega þá til dæmis spilaði maður 20. aldar tónlist. Ég spilaði bæði Stravinsky og Bartók og Schönberg og Það gengi á lagið. Ég hef spurt aðeins hvað eftir Schönberg píanóverkum? Til dæmis það eru 6 stykki, eru þið Opus 19? Opus 9. Opus 9. Númer Opus 11.
Veistu, nú ertu alveg, nú eru Opus 33A. Já, nú eru Opus-númerin svolítið farin að riðga í kollinum á mér. Ef maður þarf ekki að nota þau, ég man ekkert kökkulnúmer neinu lengur. Nei. Maður það læri þetta eins og biblíuna, sko. Já. Og svo var náttúrulega kennari sem hafði mjög mikil áhrif á mig, Þorkell Sigurbjörnsson, og þessir tónföndurtímar þar sem við kynntumst nú fyrst, held ég, að það var þar í mörg ár og þetta voru svona, kannski ekki mörg ár, allavega 3 ár myndi ég halda, og þetta voru svona tímar þar sem hann var að kynna fyrir okkur nemyndunum bara það nýjasta sem var að gerast í tónsmíðum í heiminum. Hann var að spila Stockhausen og Steve Reich og John Cage og allt mögulegt, og svo vorum við að semja undir hans handleiðslu, setja saman einhver svona einhver verk Hvað vorum við að semja, Karin? Við vorum að semja alls konar verk sem við kannski fluttum bara sjálf, held ég aðalega. Ég hef ekki samið mest fyrir píanó og svo man ég eftir sko í fyrsta skipti sem að Ísland tók þátt í UNM, sem að Ísland tek nú þátt í ennþá. Þá voru við send nokkur, og þú varst í þeim hóp, 73 til Oslo, og þá vorum við svona áheyrnarfulltrúar, en svo tókum við fullan þátt 74, og þá var maður svo bjartsýnn að maður hélt að þegar sko maður verið komið til útlanda, þá leiðist manni bara allt, þannig ég skrifaði verk fyrir 7 sóprana, og það sko svona kröfunar voru reyna þær að það hefur allar þurft að vera með absolutt heyrn, þannig að þetta verk var nú bara aldrei flutt. Ég ætti kannski að grafa upp og kannski hægt að flytja það núna í dag. Alls ekki hægt að flytja það í dag, ég menn segja mér það. Já. Söngarröðnum svo ágætlega menntaðir. En þarna þetta var í Svíþjóð, Norður Svíþjóð þessi hátíð, og þeir allavega hefðu ekki kraft 7 sóprana sem að treystu sér í þetta þá. Það er út að semja í þjóðlega eða eitthvað slúið. Hvað sér semja? Í þjóðlegastíl? Já, allir það ekki bara, það ekki gengi betur, en þá fórum við þarna og það var stór hópur, bæði hljóðfæraleikurum og tónskáldum og bara fullt af verkum flutt, sko. Þeir sem voru svona, þeir sem voru svona hófærari heldur en ég. Og en Árni, hvernig kom hann þér fyrir sig svona? Árni Kristjánsson? Já, hann var náttúrulega dásamlegur kennari og flottu píanóleikari og þá fekk maður svolítið tengsl við svona þennan gamla evróska kultúr, sko, bæði gegnum hann og Hermínu, þau höfðu bæði lært í Þýskaland, þau voru á svipuðum aldri, bæði, ég held að minnur það hafi verið fædd 1924, eitthvað svoleiðis, sko, og þannig að þetta var svona heimur sem að maður hafði ekki kynnst áður, sko, þessi rómantíska afstaða til tónlistarinnar sem að maður kynnti svolítið mikið hjá Árna. Og svo ferðu út 74? 74, já. Þá fór ég til Bandaríkjanna. Segðu frá. Já, ég fór til University of Michigan í Ann Arbor og til að byrja með að þá ég mandi því að ég fekk að vera, ég fór inn í mastersnám og fyrstu önnuna fekk ég að vera svona special student, þannig að þá var ég ekkert búin að gera upp fyrir mig í hvaða deild ég vildi endilega vera, og svo endanum þá innritaðist ég í tónlistarsögu og músikológíu og var alltaf með píanó sem sagt aðal aukafag eða svona minor og svo útskrifaðist við mastersgráðu þaðan og svo eftir það þá fór ég í tónsmíðadeildina og fekk útskrifaðist með aðra mastersgráðu í tónsmíðum og var áfram með píanóið alltaf sem aðal aukafag eða minor. Ertu þá að segja mér að þú hafðir hafið tónsmíðandar raunverulega á alvöru í Michigan? Sko, nei, ég náttúrulega var búin að fá smjörþefin hérna heima í tónlistaskólanum og þegar ég var í músikológínu þá tók ég tónsmíðar sem, sko, það var svona bara kúrs sem að
fyrir sko, þá sem voru ekki í tónsmíðadeildinni og þar voru kennarar eins og William Bolcom og William Bolcom og Leslie Bassett til dæmis var einn og svo semst eftir þetta sótti ég í tónsmíðadeildina og þannig að tónsmíðarna voru alltaf svona, hvað maður að segja, einhvers staðar svona í kollinum á manni líka. Og síðan? Já, og síðan, já. Ég meina, þú fórst aldrei að spila píanó belar mikið, var það? Nei, ég gerði það ekki, sko. Ég einbeiti mér að tónsmíðarum eftir ég lauk námi og náttúrulega kennslu svona, ég kendi heilmikið. Nei, ég kendi aldrei á píanó, ég kendi tónsmíðar og svona teorítiska greinar aðalega í tónfræðideildinni í tónskólanum í Reykjavík. Akkúrat, það var þar sem ég hitti forðum í stiganum. Já, ok. Já, örugglega víðar en í stiganum, sko. Já, ég byrjaði á því, mér það minnistætt vegna þess að við vorum það bæði komin heim frá námi, þetta eru 80 eitthvað. Já. Og við vorum bæði í kultúrsjokki. Já, því trú ég vel, þó ég mun ekki sérstaklega eftir þess að funda okkur á stigaganginu, sko, en þá var maður nú heilmiklu kultúrsjokki, sko. Já. Hvað var það sem að kom þér spánst fyrir sjónu þegar þú kemur aftur heim? Ég man alveg hvað Laugavegurinn hafði minnkað. Já, þetta hafði nú allt minnkað svolítið, sko, og maður hafði náttúrulega búin að kynnast mjög öflugu tónlistarlífi og það var náttúrulega ýmislegt á mörgum sviðum pottur brotin, sko, þannig að það var, maður sá svona fyrir sér að ýmislegt svona í aðstöðu tónlistarfólks og tónlistariðkunna sem ætti betur fara. En núna? Það hefur ýmislegt breyst til batnaðar en ekki nógu margt og margt hefur bara alls ekkert batnað. Eða sá hvað? Já, það nú til dæmis bara starfslaun eru af mjög skornum skammti, það er varla hægt að fá sko, það er mjög lítið bara pantanir, tónskáld fá vildi ekki greitt fyrir vinnu sína og hljóðfæraleikarar ef þeir eru ekki í symfóníinu þá fá þeir mjög illa greitt fyrir vinnu sína og eða ekki neitt. Já, eða ekki neitt til dæmis og það er bara, þú veist, það sem að þykir sjálfsagt í nágrannalöndunum bara ekki setti peningar í hér. Nei. Sem minnir með það sem að frægur hollleikar sem við þekkjum beðisaði við með daginn. Ég sagði að það er synd að íslenska hljómsveitin skulle ekki vera til. Hún greiddi þá atvinnumannum atvinnulaun. Já, einmitt. En samt þú ennþá að spila í svona sveitum sem spila Vivaldi og halda jólatónleik og svo framvegis en fer eitthvað borga fyrir það. Nei, það er bara heiðurinn. Það er bara heiðurinn, já, þetta er ennþá gert út á heiðurinn og skemmtunina því að okkur finnst svo gaman í vinnunni. Já. En hvað gerist heima svona, hvað maður að segja, fórst það svo strax gripin í félagsstörfin? Já, ég var mjög mikið gripin í félagsstörfin og var komin í stjórn tónskáldafélagsins mjög bara nokkrum árum eftir ég kom heim og svo vorum við komum heim þannig svipaleiti nokkur tónskáld og þú og svona í kringum 80, já, 2, 3. Já, og við stofnuðum músikhópinn sem að hét og það var svona samstarf ungra tónskálda og tónlistamanna og við héldum alveg fullt af tónleikum bæði með okkar verkum og fengum líka og höfðum áhuga á því líka að heyra það sem var að vera að gerast í útlöndum og þetta var allt mjög skemmtilegt og svo hafði Leifur Þórarinsson endurvakið Músíka Nóa stuttu seinna og svo tókum við endurvöktu Músíka Nóa og ég var þar í nokkur ár sem sagt og við héldum heilmikið að tónleikum og svo stofnaði þú nú Íslands. Ókeypis? Já, það var allt ókeypis mann datt náttúrulega ekki í hug að fá borga fyrir félagsstörf eða svona skipulegningastarf sko, það datt engum í hug í þá daga sko.
En svo stofnaðir þú Íslensku hljómsveitina og þá, þú fyrsta spurningin áðan var nú hvernig leiðir okkar hefur leiðið saman. Okkar leiðir lágu nú saman þar líka. En þess að þú pantaðir verk hjá mér sem að ég skrifaði og 5 lög fyrir kammersveit sem að þú stjórnaðir og tókst upp og þetta fór í tónleikaferð í Svíþjóð sem ég var nú ekki með í en þá var... Nei, var Steinn ekki með? Jú, hann var með. Það er að segja Dr. Þorsteinn, maðurinn þinn. Já, hann var í stjórn hljómsveitarinnar. Já, hann var í stjórn, ég fekk hann strax í lið með mér. Já, hann var í stjórn hljómsveitarinnar og svona, ég vissi það að þetta var spilað mjög víð út alla Svíþjóð. Heldur betur og síðan tóku við gerðum við hljóðrituð fyrir Sænsku útvarpi, hefur ég heyrt hana. Þá voru við búin að sko fín púsa þetta. Já, jú, ég hef alveg örugglega heyrt hann einhvern tímann sko. Tölum þá aðeins þetta verka því að það er mér alveg einstaklega minnistætt. Já. Lýstu þið fyrir okkur? 5 lög fyrir kammersveit. Þetta voru, kannski svona þegar maður hugsa tilbaka þá var þetta kannski svolítið sérstakt vegna þess að þá var ég að hugsa mikið svona taka allt svona auka svona skera allt auka af beinunum. Þannig þetta var svona mjög svona sparlegt allt saman. Meinlætalegt? Nei, ég held að það var nú ekkert verið meinlætalegt sko. En þetta voru svona litlar tónhugmyndir og þetta voru svona hálfgerði miniatúrar. Þessi 5 kaflar voru stuttir og ég var líka á þessum tíma að hugsa mikið þessa vestrænu lógík sem er náttúrulega svo innbyggð inn í okkur að tónlistin hún byrjar einhvers staðar og hún byrjar á einhverjum mótífum og hún þróast og fer áfram eftir á ákveðnum sko, hvort sem þú voru að spila semja í gömlum stíl tóntegundum eða ekki, þá er þetta mjög sterkt í okkur þessi þróun, hvort sem það eru tóntegundirna sem að drífa tónlistina áfram eða einhvers konar önnur þróun að þú þróar eitthvað áfram og það er einhverja hápunktar og einhver svona niðurstað og eitthvað slíkt og ég var svolítið svona á þessum tíma bæði þegar ég samti þetta verk og svo líka strengjakvartett sem ég skrifaði á svipnum tíma þá var ég að reyna að losna svolítið við þessa vestrænu uppbyggingu og vestrænu lógík. Minna Martin og heyra þess að segja meinlætalegt að því að eins og þú segir þetta voru stakar tónahugmynd sem stóðu bara einört og hól og svo kom næsta og næsta koll. Segðu okkur, manstu röðin á lögunum? Nei, man það nú ekki sko en ég man eftir að seinasta lagið þar byrjaði á stóru sólói sem að hotlöngurinn sem vorust að minnast á Vinur okkar hann var nú alveg nefna Þorkell Jóelsson spilaði miklum tildrifum ég man eftir að þetta var síðasta verkið sko síðasta lagið sko, já, þetta byrjaði á þar sem að strengirni voru áberandi minni með fyrsta lagið, eitthvað svoleiðis og svo var eitt það sem voru flauta var áberandi, en þú segir stakar hugmyndir, ég var líka að hugsa að hugmyndir sem að vera Þess að góða mótmælti mig Nei, sko, já ég var líka að hugsa að þó að hugmyndirna væru ólíkar þá ætti það samt á einhvern hátt væri lógískt að þær tengdust og kannski einhvern óræðan hátt sem að væri kannski ekkit endilega hægt að festa fingur á. Já, einhvers staðar, já, í hausnum og ég held þetta alveg virka sko. Já, þegar ég var búin að vinna þetta verk í Svíþjóð, takað upp í Sænsku útvarpinu og flýtaði beinni þá hugsaði ég sjálf að mér, ég held ég hef sagt það við hann Þorsteinn sem var með í för, hann var svona aðstofamaður okkar, allt múlið mann, að þetta er nú svolítið tough act to follow. Já, ok, já, það getur vel verið sko. Skynjaði þú það? Nei, það held ég nú ekki sko, maður held bara áfram einhvern veginn sko. Já, var þetta verk þá eiginlega bara svona einstakt í þínu ferli? Nei, sko, ég myndi segja strengjakvartettinn var svona, það var svona sama hugsun og sumuleyti verk sem ég samti fyrir Guðnýju Guðmundsdóttur í Multus Solis þó að það hafi ekki verið sko,
Það er andlit sólar. Andlit sólar, já. Þó að það hafi verið svona samfellt verk, ekki svona miniatúrar, að þá var það líka svona þessi hugsun að væri einhver svona önnur lógík sem að einhvern veginn tengdi verki saman og ein hugmynd kallaði á aðra á einhvern svona óræðan hátt. Já, mjög óræðan. Það var gaman að minnast þess að við vorum með ægilega mikill í klíku þarna eftir að koma heim. Jú. Og ég voru tölum með það mér lífi vel að muna það var Guðni og Þorsteinn og þú og ég og Bella. Jú, og við hittumst voðalega oft helgar og laugardagskvöldum og svona. Þá varum við að gera á laugardagskvöldum. Hvað var ungt fólk að gera á laugardagskvöldum í den tíð og ennþá? Ég man eftir mörgum samkomum heim hjá þér og Steina og hjá Guðni og heima og það var nú alltaf einhver músík spiluð. Já, þú varst nú mjög littækur við píanóið og Guðni með fiðluna. Þetta var oft miklu tónleikar sem hún á léttara daginu svona sem fóru þarna fram. Ég vil nú bara taka það skýrt fram að ekki bauðst ég til þess að ég var alltaf beðin það svona þegar fóru að líða á kvöldi ef við ekki að taka lagið. Jú. Og svo þegar Guðni var orðnar hressari þá tók hún fyrir Guarnar í sig. Jú, það var aldrei verið erfitt að fá Guðni til að taka upp fiðluna Nei, og þá var bara tekið svona síkáina væðsinn eftir hvað heitir hann, Martin. Já. Já, og þú spilaði undirspili bara eftir eyranu. Það var... Já, maður lærið það. Fórst nú létt með það. Hættu þessu. Já. Og hvað gerir svo? Þegar við vorum búin í þessu partí. Nei, maður bara hélt alltaf áfram að semja og þú fórst nú í útvarpið og þar lá nú leiðir okkar saman í gegnum ýmsa. Nei, býttu við. Ég fór fyrst í hljómsveituna í 10 ár. Já, ég er búin að tala hana smá. Nó, ekki nógu mikið. Ekki nógu mikið, nei. Segðu okkur frá hlut Steina í því. Já, hann var bara stofnað hana með þér og var í stjórninni og alla tíð, Já, og þetta var náttúrulega mjög metnaðarfullt, þessi námuverkefni og svo varst að ég hef oft sagt að íslenska hljómsveitin var á undan sínum tíma. Hvað segir þið? Já, þú varst að tengja saman listgreinar, það var myndlist og ljóðlist, var það ekki? Leiklist og ballett. Já. Og kvikmyndir. Já. Manstu þegar við fólum Steina að finna eldgamla mynd við tónverk Honeckers, Pacific. Já. Það hófst mikið leit. Já, og fannst hún? Nei, það átti að finna Napoleon, en hann fannst hvergi ekki eins og í Fraklandi. En Pacific, hvað það? Ég man aldrei 459. Já, eitthvað svo leiðis, já. En og við spiluðum undir Honegger. Já. Nei, þetta náttúrulega, þessi hugmynd þannig upp á 80 að tengja saman listgreinar, stofna kammerhljómsveit og svona, þetta var kannski svona 15 árum á undan sínu tíma held ég Já, hver tók við? Já, núna er náttúrulega mjög mikið gert að því að tengja saman ólík listform. Nei, ég meina það ekki, það kom ekki inn atvinnuhljómsveit í staðan fyrir íslensku hljómsveitina. Það er náttúrulega Kapút til og Kammersveit Reykjavíkur en það er allt saman gert í sjálfboðvinnu. Nei, það er nú borgað einhver laun held ég. Ekki slagum FIH. Það getur verið, ég er ekki hljóðfæraleikari, ég þekki þetta. Og sér við erum að tala um þetta því að það er svo nærtækt að Þorsteinn stóð með mér í þykkt og þund að við fengum heilsóknar frá formanni FIH inn á stjórnarfund hljómsveitarinnar og sagði kemur ekki annað til greina en að þið borgið sama texta og greiddur í symfóníu hana bla bla bla, hana stoppu við þetta. Já. Ég veit ekki til þess að hann hafi farið inn á neina aðalskristofu. Veistu til þess að Kapút hafi verið krafið að greiða FIH texta? Ég bara hef ekki hugmyndu það. Nei, ég get alveg fullyrt það. Ég veit ekki af hverju þið voru svona harðið við okkur, því að við vorum,
held að við bárum okkur svona mannalega. Já, allir það ekki. Já. Já. Já, og hvernig þótti þér að vera í öllu eins og stjórnum? Þú varst í tónverkamiðstöðinni? Tónverkamiðstöðinni, Tónskáldafélaginu og svo öll þessi, sko, eins og ég var að segja, öll þessi svona minni svona framtök eins og Músikanóa og Músikkópurinn á sín tíma. Þetta var bara gaman, sko, og manni fannst líka bara ákveðin svona, ég sóttist nú aldrei eftir þessu, sko. Ég var alltaf beðin að vera með, sko. En þetta var bara gaman og manni fannst þetta svona ákveðin skylda, sko, að láta hlutina gerast. Já, Þorkell sagði, sko, það svona 10 ára kvóti á okkur öll. Já, en sko, hlutina náttúrulega gerast ekki sjálfur sér. Það náttúrulega allt, öll svona félagsmál og allt á sviði tónlistarinn náttúrulega bara hefur gerst vegna þess að einhverjir hafa lagt sér fram og reynda að miða hlutunum áfram. Segjum bara tónlistaskólann, það var frá áhugamenn. Já, var áhugamenn sem stofnuðu tónlistaskólann í Reykjavík og tónlistafélagið samtímis og þetta byrjar allt svona og svo verður þetta kannski smátt og smátt. Og svo kemur fatlað maður í hjólastól og stofnar tónskóla síðusins. Já, til dæmis, já, sem náttúrulega bara stór merkilegu skóli og á mjög áratuga starfa baki. Já. Hvernig þóttu þér að vera innan alla þessa kalla í þessum stjórnum? Við fóttu ekki allt kalla? Jú, þetta fag hefur nú verið svolítið. Ég fann aldrei fyrir öðrun að ég væri bara tekin jafngild strákonum, sko. Já. Og hef aldrei fundið fyrir því í sjálfu sér, sko. En þú varst aldrei formaður? Nei, veistu, ég vildi það aldrei. Ég var stundum beðin að gefa kost á mér sem formaður en ég vildi það ekki. Já, ég veit að þér líður betur svona næstefst. Já, eitthvað svoleiðis, já. Já. Nefndi ekki að fá símtölin frá óanöðu félögum og allavega kröfur og nei, ég segi svona. Nei, ég vildi það aldrei. Já, þetta voru erjur í þessu félagi. Ég geti bara nefnt, á þess að nefna nokkra menn sem ég veit að voru alltaf með andof. Já. Í tónskóldafélaginu til dæmis. Ég held að við hvergi við rífist það mikið. Já. Eins og hættir á Leifasögur. Já, ég held að það hafa nú verið kannski svolítið fyrir mína tíð, sko. Ég held að það hafi verið svona eldri kynslóðir, sko, sem að þetta var, ég man ekki eftir öðru en allt hafi verið bara, þetta hafa verið, tónskáldi eru mjög bara góður og samstiltur hópur, sko. Núna? Já, og bara alla mína tíð. Þú friðar postuli bara? Já, þess maður ekki að stillir kallan af. Já, ég sé okkur áfram hvað þú samtir eftir kvartetin. Já, ég ætla að segja að Andlit sólar. Já. Það höggmynd eftir Ásmund Sveinsson sem hvar? Hún fyrir frá menntaskólinni í Reykjavík. Já, það róluðu okkur. Jú. Það nætu þelli. Já. Það var má ekki segja það. Ég og Guðni klifruðum einhvern tímann upp í þessa styttu. Svona á þessum tímabili sem ég var að skrifa verkið, sko, þannig að það var nú þess vegna heiti verkið Í andliti sólar. Já. En þetta, og þið voruð í andliti? Við vorum í andliti sólarinnar, en þetta hefur aldrei fyllt með í prógramnótum, sko. Ég bara upplýsa þetta núna. Ég að því. Já, þú veist að því. Ég var svo hrættur að löggan kemur og tæki ykkur. Já, nei, við komumst nú upp með þetta alveg. Já. Einhverju sumarnóttu. Já, allir það ekki. Já, og næsta verk, kvartett og hvað svo? Nei, svo kom okkur hljómsveitverk. Já, það var náttúrulega fullt af hljómsveitverkum. Sko, ég skrifaði fyrsta hljómsveitverki mitt út í Michigan. Hvað hét það náttúrulega? Já, ég ætlaði að fara að segja. Já, og það var flutt þar og svo var það flutt bara Sinfóníuhljómsveit Íslands, bara strax bara þegar ég kom heim, sko, bara árið eftir. Skrítið hvað við höfðum all góðan og mikinn aðgang að þeirri hljómsveit leiðu að koma heim. Já. Og maður svona náðun í 10 ára mestalegi. Nei, það var allt flutt sem maður skrifaði, það var bara svoleiðis. Já, ég skrifaði fullt af hljómsveitaverkum, það var verk sem heit Sónans, sem var flutt af Sinfóníuhljómsveitinni og það var svo flutt í Washington, það var einhver svona Íslandskynning í Washington,
fékk mjög góða kritík manni í Washington Post þetta verk og svo 85 þá... Býtu, voru það tónleikar sem ég og Norda tók þátt í? Já, það held ég. Koralis? Já, eða hvort það var allavega sama hátíð. Já. En hvort það voru sömu tónleikar ekki, ég var ekki viðstödd sko, þannig að ég Það hefur ekki verið flugt til New York? Nei, það var ekki, nei. En já, svo 85, þá var eitthvað alþjóðlegt ár tónlistar. Var ár tónlistarinn eins og alltaf svona einhver ár, og þá, að því tilefni, þá fékk ég símhringingu frá Hinrik Bjarnasyni sem þá var yfir hvað hét deildin í sjónvarpinu sem að lista og skemmtideild, já. Og hann pantaði mér hljómsveitaverk til flutnings í sjónvarpi og það var symfóníetta og það var flutt og tekið upp og Jean-Pierre Jacques stjórnaði því verki og það var flutt í sjónvarpinu og svo á tónleikum og svo hafa bara komið ýmis hljómsveitaverk eftir það. Þetta búin að vera dugleg? Já, ég er búin að skrifa 9 hljómsveitaverk. 9? Já. Það var þessi sem búin að nefna Notes, Sonans, Symfóníetta, Klifur, 3 setningar, Toccata, klarinettukonsert, gítarkonsert og konsert fyrir 2 flautur. Nú spyr ég þessu atvinnublaðamaður að því að Snorri upplýsti að hann væri með verkið sín á netinu. Þú með eitthvað á heimasíðu eða hvað? Ég er með heimasíðu sko en ég er rosalega óduglega að halda henni við sko þannig að ég er ekki með einn verk sko, það er einhverju bútar, ég hef ekki uppfært það bara í mjög lengi sko. Hvað var það nú að þýða? Ég man þetta upphaflega sko, þá setti ég aldrei heil verk af því þá var ég að hugsa höfundarétt sko, hljóðfæraleikara og útgefenda og slíkt sko þannig að Já, maður gat náttúrulega átt yfir að sér málshöfun. Nei. Jú. Maður gat átt yfir. Já, einmitt. Já, þannig að þú veist, það var nú uppálega ástæðan fyrir því að ég setti bara búta og ég hef bara ekkert... En hvaða bútar eru þar margir og er það þessi verð sem þú voru að telja upp? Veistu, ég bara man það ekki, svo langt síðan þessi heimasíða var sett upp og ég fer eiginlega aldrei inn á þessa heimasíðu nema þegar ég beði upplýsingar sjálfa mig sko, þá fer ég að svona að tekka á einhverju. Og þú haldið áfram bara að semja? Já. Hvað er nú skemmtilegast til með þetta leikbrúð eða ópera? Já, ég hef samið 4 óperur. Kammeróperur? Já, það er með fyrir kammerhljónsveit. Allar, já. Það er nú mikill vandi ekki búið til kammeróperu. Já. Það er ekkert minni vandi heldur en að búa til... Bólnaóperu held ég. Nýjast óperan mín er Magnús María sem var sýnd, var sem sagt frumsýnd á Álandseyjum og hún er búin að vera mjög víða Norðurlöndin, bæði í Svíþjóð, Finnlandi og Oslo-óperinu, svo verður hún núna í nóvember, þá verður hún í Stokkólmi í Borgarleikhúsinu og í Þjóðaróperinu í Helsingi, þannig að hún er ennþá í gangi svo ópera. Ég verður að beðast afsökunar en ég hafi verið í útlöndum eða annað sögur en ég heyrði ekki af þessar óperu. Nei, hún var... eins og ég segi, hún var sýnd víða þarna... Hvað hétt hún þetta? Magnús María. Hún var sýnd nokkuð víða á Norðurlöndunum þarna 2014, svo 2015 þá kom hún á listahátíð, var í Þjóðleikhúsinu og svo er semst, eins og ég var að segja, verið að taka hann upp aftur núna í nóvember. Taka hann upp meinar endursýnina? Nei, endursýnina, já, þannig í Stokkólmi og Helsingi. Nei. Jú, og að núna í nóvember, lok nóvember. En þessi saga, hún er byggð á sönnum atburðum. Það var stúlka sem ólst upp á Álandseyjum upp í sveit, á Sveitabæ. Og hún hún er 19 ára
1700 og bara rétt eftir aldamótin 1700 og 1705 fer hún til Stokkólms til að hana langar að syngja og spila á fiðlu og þá þótti nú ekki við hæfi að stúlkur spiluðu opinberlega en hún hefur greinilega haft mikla hæfileika og svo fór hún að sem sagt spila á börum og það þótti nú ekki merkilegt. En svo fær hún bara minna borgað heldur en kallarnir sem voru að gera það sama hún. Þannig að hún tekur til þess bragðs að spila vitlausar nótur. Nei, að hún fer að ganga í kallmannsfötum og kalla sig Magnús. Jórsam. Já, kalla sig Magnús og það eru fölsuð skilríki og allt saman og hún þarna Magnús og hún eignast fullt af kærustum og svo kemst... Kærustum? Já, þannig að þetta er saga bæði réttindi kvenna til að stunda þá atvinnu sem að þau vilja og líka réttindi samkynhneigðra. Já. Og svo kemst upp hana og hún dregin fyrir dómarann og presturinn vil nú fá dauðarefsingu yfir henni en hún dæmd í 2 vikna fangelsi og svo heyrir að dómarinn sýndi meiri mildi heldur en presturinn. Já, fyrir mann að vera. Já. Bara dauðadóm. Já, þetta, kirkjunni þótti þetta mikil synd alls saman og svo heyrist bara eftir þetta, það er til miklar heimildur þetta út af þessum réttarhöldum að allavega vitnisburður hana og vitnisburður frá vitnum og kærustunum og allt þetta og vinnuveitendum hennar, hún lærði líka skósmíði og spilaði söng í kirkjunni og svona en eftir þetta að þessi dómur kveðin upp bara veit engin eitt meira hvað varð hana en óperan semst fjallar þetta. Hvarf? Já, það hverfa heimildur hana þannig að það voru náttúrulega miklar vangaveltur það svona hjá hópnum sem að með að verða að búa til þessa óperu, bæði söguna og leikstjórnina og allt þetta. Sumir vildu kannski bara þeir sem voru bjartsýnastir að hún hefði nú bara lifað og farið til Evrópu og bara haldið sínu stríki en svo var náttúrulega líka geta hafa dáið í fangelsinu vegna þess að fangelsin voru nú víst ekkert upp á marga fiska þar grassiruðu sjúkdómar og lélegt fæði og svona þannig að það veit bara enginn hvað var hana. Hvað bjóstu leikið með þessari konu? Þetta tók svona rúmt ár frá því að ég fór á fyrsta fundin á Álandseyjum með leikstjóra, dramatúrg og líbrettista sem Heitir það við, það er ekki Maríahöfn? Nei, Jú, Maríahöfn. Já. Þangað hef ég komið. Já, það var í janúar 2013 og svo var óperan sýnd í júlí 2015. Þannig að þetta er svona 1,5 ár sem að frá fyrsta fundinu þangað til að frumsýningu. Ætlar að halda áfram að þræða kameróperur upp að band? Perlufesti? Það aldrei að vita, maður bara sér svona hvað rekur á fjörum hans. Þú talar við opinn núna? Já, ég er opinn fyrir hverju sem er Já. En nú er ég að fara Ég þá ekki beðið með sem ég finnum lítið verk? Jú, alveg örugglega. Það ætla ég bara að gera hérna allra á einn. Þú nefndir námur á. Þeim er nú að ljúka eftir 30 ára streð mitt og það verða tónleikar haustið 2017 og 30 ára afmæli. Já, það hljóma vel. Já, og ég er búin að fá fylla efnaskarfana af nýjum verkum og ljóðum og myndlistaverkum og þar verður ég sleppun og telli upp ljóðskáldin en þar verður hlutverk eftir Snorra Sigfús, Kjartan Ólafsson Var ekki Bára Gríms? Bára ætlaði að gera það en hún sá sér það ekki fært, hún fekk eitthvað voðastórt verkefni. Já.
Já, þú varst búin að minnast á þetta við mig í símanum daginn og ég bara mjög. Hvað er það? Og hvað sagðir? Ég sagði já. Verk fyrir klárnett? En það var flauta fyrir Guðrúnu Birgis. Já, ég held að Bára hafa allir að... Þú sendi mér tölvupóst þetta? Já, blessu ykkur, ég sendi tölvupóst út alla dressur, ég man ekki helmingina svona til að setja út netið. Já, þú sendi mér tölvupóst og svo hérna hringdur ég mig og við töluðum þetta. Ellin er alveg að fara með okkur hérna. Eða mig! Hvaða vitleys þetta? Já, við verðum að ræða þetta aftur. Já. Já, þetta er eins og vera grindu með Alzheimer's í beinni útsendingu. Nei, já, þetta hljóma mjög vel til þetta. Já. Ég vil hafa þið með á síðustónleikunum. Já. Þú var aldrei saman eitt í Námurnar? Nei, ekki fyrir Námurnar. Það var 5 lög fyrir Kammersveit, var ekki hluta því. Það var hluti fyrr. Jú, það var fyrir 82. Já, Námurnar komu svona ári síðar eitthvað. 87. Já, var það ekki fyrir 87. Og til 2017, það er 30 ár, 36 listaverk. Já. Það er hérna på vegginn, sko, inn í stofu, víðar. Jú. Já. Segð mér hérna, það er ekki bara að þú er búið til tónverk, heldur þú líka búið til börn? Jú, ég á eina dóttur sem er píanóleikari. Já, nú er ég máttið af henni, af því að hún á það sannarlega skilið. Já, hún er Tinna Þorsteinsdóttir, hún er píanóleikari, menntuð í Þýskalandi og Bandaríkjunum og hún hefur einbeitt sér af flutningi samtíma tónlistar og hún hefur frumflutt, ég bara veit ekki það. Jú, ég veit það, ég spurði hann að einhvern veginn, eða heyrði hann að segja það, eða hvort að Þorsteinn hefði sagt mér það, því mér lík fárvitna að vita og hann sagði að það væri stóri kringu 70-80 verk eða jáfnvel fleiri. Já, það er einhver staðar þar sko, bæði sólóverk, held að sé yfir 50 einlegsverk og svo kammerverk og bæði náttúrulega mikið eftir íslensk tónskáld og líka erlend og hún er bara alltaf búin að halda mjög flotta tónleika á Norrænum músitugum. Segðu, ég heyrði það. Þú heyrði þá, já. Mjög glæslegir. Já, það var glæslegir tónleikar. Já. Þannig að já, ég hef mjög reikinn á henni. Og hún har líka börn? Hún á 2 börn, en 2 litla stelpur, 5 og 7 ára. Þetta er ekki stolt amma? Jú, ég er mjög stolt amma, það er mjög skemmtilegt hlutverk. En talandi dóttur mína bara í gær, þá var hún að frumflytja verk eftir Atla Heimi Sveinsson ásamt Ásgerði Júníusdóttur á ritþingi sjón upp í Gerðubergi, það var bara í gær, þannig hún er alltaf að. Hún er alltaf að? Já, og þær fluttu fleiri verk þarna á þessu ritþingi sem við texta eftir sjón. En þetta var frumflutningur á þessum lagaflokki eftir Atla Heimi. Hvernig var það samið? Hefur hann verið að semja nýlega? Nei, ég held að það sé nú nokkur ár síðan að Ásgerður fékk þetta hjá honum, þennan sönglega flokk. En semst hann var frumfluttur í gær. Hún er ekki kontralt eða? Hún er náttúrulega með svona eitthvað ótrúlegt radsvið, sko. Hún skilgrein sem mezzosópran, en hún fer hátt upp í sópransviðið og langt niður á allt sviðið, sko. Já, ég hringdi að einu svona og þakkaði fyrir mig. Já, hún er í þessari óperuminu, Magnús María. Munu? Já, hún er eini Íslendingurinn sem er þar. Gott hjá þér. Já. Gott hjá okkur, við erum heimsfræg. Já. Nei. Er þú heimsfræg? Nei, allir það nú. En hefur alveg látið píanó eða sig síðan þú laugst námi? Já, ég æfði mig nú svona fyrstu árunni þegar ég kom heim, en svo... Manstu hvað að spila þarna í Michigan? Já, ég spilaði náttúrulega alveg heilmikið, sko, maður var að spila Chopin ballöður og Beethoven tilbrigði og sónutur og Mozart og Scarlatti og Mozart konserta og eitthvað svona bara. Þá ekki Sérni? Nei, Sérni tímabili var hjá Hermínu. Já, ég veit það nefnilega. Já, en þú hættir í alveg? Já, ég hætti í alveg, sko.
Já, maður því ég gekk út af mínu loka píanóprófi í Ísland, þá segi ég snerti þetta aldrei aftur. Já, þú stóðst nú ekki alveg við það? Nei, ekki alveg. Nei, maður svona, annarkvort maður píanóleikari eða tónskáld, eða sumir eru bæði náttúrulega, eins og Snorri Sigfús og fleiri sko, en ég einhvern veginn svona bara... Jón Nordal var að gera þetta fyrir sig. Já, Þorkell náttúrulega, hann spilaði lengi við. Frábæri píanisti. Já, og Jón var náttúrulega frábær píanisti. Já. En þeir gerði þetta báður fyrir sig. Já, ég gerði það einhvern veginn svona, að maður gerði ekki bæði. Hann sagði við mig, sko, í sjónvarpsviðtali heimi á sér, ég ætla aldrei að náðu upp á honum. Þú veist að hann Þorkell gat verið alveg dulur. Spurningin var alveg einföld, af hverju þetta að þessu? Að semja. Já. Og þá segir hann, loksins. Þetta langar með að koma myrkur þegar hann sagði, ég er ekki íkja. Og hann segir, svona mjög lágt og hófærlega, maður vill nú skilja eitthvað eftir sig. Já, ég hugsa nú ekkert um það. Það er bara, þetta er einhvern veginn bara gerist. Maður er bara sest niður og semur eitthvað sko. En hérna, nú er þú búin að ala upp hennar Tinnu og búin að vera mjög atkvæða mikil í tónlistarlífi okkar. Er þetta ekki komið með eitthvað riddara okkur að segja? Jú, ég fekk orðið hérna árið, jú. Slagsíð á þér? Vistu, ég verð nú að veikin, ég notar nú ekki mikið. Já. Hefur fengið fleiri viðurkenningar? Þetta er nú svo sko að fylgja eftir curriculum vitae endar alltaf á svona honorary degrees. Já, nei, jú, Magnús María var nú, fekk verðlaun á íslensku tónlistarverðlaunu sem tónlistarviðburður ársins, eitthvað svoleiðis sko, og svo er hún tilnefnd til tónskáttaverðlauna Norðurlandaráðs núna, óperan. Það verður gert út það núna bara eftir viku. Það er ekki spennt. Maður er nú ekkert að gera sér einar svona grillur eða vonir fyrir kannski það er aðra orði. Það er aldrei að vita. Þá verður þú slagsíð. Maður gerir sér engar svona vonir eða grillur og svoleiðis hluti, þetta bara. En hún var allavega tilnefnd og við sjáum bara til. Glæsilegt. Ég óska þér góðs gengis í því. Þakka þér fyrir. Og takk fyrir mig í dag. Já. Og keep on smiling. Já, takk sömuleiðis, gaman að hitta þig.